Komið þið sæl og verið velkomin Radio Gas. Með mér hér við rauðaborðið eru aktivistar, mótmælendur, skríll eða svo eins og þau vilja oft vera kölluð. Herði, það eru Magga-Stína, Kjartan, Silja, Daniel, Árni Viljar og Pétur Eggerts. Verið þið velkomin. Takk fyrir. Við kannski byrjum bara á byrjuninni. Nú heilt ár liðið frá innrás Hamas á Ísrael eða upphafi þessara átaka. Þessara síðustu hrinu átaka á Gaza. Og að því tilefni þá efndu háskólanemar til mótmæla í dag í háskólanum og þið kannski getið þið sagt mér aðeins hvernig fór þetta fram hjá okkur í dag? Já, við létum vita af þessum mótmælum fyrir 2 vikum, cirka, já. Og við náttúrulega bara lögðum fram skýra kröfur til rektors með þeim. Þær voru í mandir rauðina en við fyrst og fremst vorum með það að fordæma, munið þið rauðina betur en ég? Já, það var sagt, fyrsta var að fordæmi þjóðarmorð, bara offisíalt yfirlýsingu að fordæmi þjóðarmorðið á Gaza gegn Ísrael og númer 2 var ég slit á akademísku samstarfi við alla ísraelska háskóla og stofnanir og 3. var það ekki boykott? Jú, það var að slíta öllum tengslum samskiptum við ísraelskar viðskiptastofnanir. Og 4 var sem sagt að hjálpa til endurbyggingu skóla og akademísks náms í Gaza eftir að þessi vonandi lýkur. Já. Og fenguð þið eitthvað svörun svona við þessum kröfum ykkar? Hvernig brugðu samnemendur við og rektor og kennarar, finnst ykkur vera meðbyr innan háskólans? Rektor sagði 0 sko, það bara fengum ekki neitt svar frá honum. Nei, fengum bara ekkert svar. Við sendum, Já, hann hefur einmitt haft 1,5 viku. 1,5 viku, já, til að svara okkur. Já, og heilt ár. Já, ég meina utan, þú veist, einmitt það. Já, hann alltaf hefur... Við gáum skýra kröfur fyrir næstu því 2 viku síðan, ég held að séu 11 dagar. Já. Og það hefur ekkert heyrst frá honum. Við fengum þessa staðfestingu mjög seint, við þurftum að biðja staðfestingu á því að þetta hafi borist til rektors. Þurftu að biðja staðfestingu? Já. Er hann í fríi eða? Hann getur oft, hann svona, ég held að hann sé með þann embætti, hann getur orðið mjög upptekinn mjög hratt. Já. Ef hann svo kýs. Já. Bara svona eftir hendur sem ég bara. Kannski, ég held þetta sé þannig embætti en maður veit auðvitað ekkert hvort hann sé að nýta sér. Það virðist vera þannig með ráðafólk. Já, en okkar kröfur ná alveg lengra frá því að við vorum fyrst með þessar tjaldbúðir, sumardaginn fyrsta, síðasta og okkar kröfur hafa verið í raun óbreyttar frá því nema eftir því sem að eyðilegging á Gaza hefur aukist þá hafa eins nýjasta krafan okkar að þarf aðstoða við enduruppbygging á skólakerfi. Það var ekki krafa til að byrja með þannig að þetta hefur orðið að vissu leyti eftir því sem eyðileggingin meiri þá bætast þau kröfur aðgerðir frá háskóla sem held ég alveg eðlileg. Það sem búið að jafna hvern einasta skóla við jörðina. En við það náttúrulega ansi margt búið að gerast sko, ekki bara á Gaza þó að þar fari mestir hryllingurinn fram. Það löndin í kring, Vesturbakkin líka þarna, en svo það önnur lönd í heiminum sem að hafa staðið í mótmælum bara eiginlega allt frá fyrsta degi. Og sko, Árni Viljar, þú varst svolítið svona involved, svo ég sletti nú aðeins, í tjaldbúðunum á Austurvelli. Já, ég kom svolítið seint inn þar í rauninni og það var ekki fyrr en í rauninni þegar að sko tjaldið tekið niður að þá færum við okkur þarna undir steinin, undir einhverju plasti og hungum bara svolítið þar 24/7. Þegar Bjarni Ben fyrirskipaði að færa burtu skrílu. Já, algjörlega. Þannig að það ekki rauninni fyrir þá sem ég kem inn í það sko. Þú veist, ég var búin að heimsækja og eitthvað svona annað slíkt en þegar að því kemur að
Bjarni vill tjaldið af Austurvelli, okkar, já, ég veit ekki eins og hvernig ég á orðið þetta. Já. Þú veist, þetta er svo Fordæmalausi lágkúrulegi fórsetisráðherra kannski. Já, bara þetta hefðu, takk fyrir. Eitthvað svona? Þetta, já. Nei, ég segi bara svona. Nei, bara, en þú veist, það var þá sem að ég einhvern veginn fann fyrir bara svona, ok, núna er tími til þess að stíga inn í og vera bara eitthvað herði, ok, hér þurfum við að vera og þú veist, sýna bara þessu fólki stuðning. Það er náttúrulega bara ekki lægi að það megi ekki sýna fram á sko þennan stuðning og þann vilja til þess að vera til staðar fyrir palestínska samfélagi hér á Íslandi með þessum hætti án þess að það veri fordæmt af, þú veist, núverandi forsætisráðherra. Já, einmitt. Finnst ykkur svona eins og hlutverk fjölmiðla, nú er það oft til umræðu og það er mér mjög hugleikið sem fjölmiðla konu, hvernig fjölmiðlar einhvern veginn hafa kosið og fjölmiðlafólk hefur kosið að fjalla ástandið á Gaza. Kristína, ég veit að þú ert mér sammála ansi margt hvað betur mætti fara í fjölmiðlum. Já, náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega bara, ég veit ekki hvort það, sko, klukkutími eða 2, nægir í þetta, sérstaklega. En svona bara svo maður impri svona á því helst að þá í raun og veru tók svona þessi, hvað heitir það, mainströms, fjölmiðlalína, bara hún tók algjörlega skýra afstöðu með hinnu svokallaða Ísraelsríki strax í upphafi. Og þú veist, og maður já, þetta var svona kom manni svona, þú veist, maður svona misti hökuna mjög lengi framan af, sko. Þannig að þetta svona, hefur verið svona líka eins og er ofta á Íslandi, það verið svona random, þú veist, það er svona random, það er eitthvað pólicy í reikin, en svo samt eitthvað svona random, sumur eitthvað skrifa einhverju samúð og svo aðrir, þú veist, þannig að þetta verið svona, en svona, ef maður lítur á þetta einmitt svona í þessu eins á samhengi, þá náttúrulega eiginlega segir bara þá segir, skal ég segja, er bara fyrirsögn RÚV dagsins í dag. Já, segir í raun og veru alla söguna, sko. En hér stendur fordæmalaus árás Hamas gat af sér styrjaldarátök sem ekki sér fyrir endan á. Þetta segir eiginlega bara allt sem segja þarf, sko. Og ég meina til að byrja með þú veist að þetta var svo margt gert, þú veist það hefur verið þarna, hvað var það RÚV til dæmis, sko, og ég meina sem hefur fullkomlega, sko, mist marks sem fréttastofa, sko, ég meina það er bara, það er, og ég meira þess að bara mínum svona, ég var að byrja að vinna á nýjum vinnustað og meira þess að, sko, þú veist, á kaffistofunni þar, þú veist, það sem ég er ekkert einu sem að kynnast fólki neitt almennilega, eða, þú veist, þar, þú veist, tala fólk bara svona, það er bara allt rugl sem kemur úr RÚV, skilur, ég meina og þannig að þú veist, þetta er bara búið, sko, spil. Já, að trúveruleiki RÚV sé svona svolítið flóið út úr gluggan og það hafi ekki hjálpað til þetta síðast liðina ár. Nei, ég meina þeir bara, þeir tóku náttúrulega bara af skarið og bara hentu sínu trúverðuleika út um gluggan og sem er kannski, þú veist, sorglætt að þið leiti að þú veist að það eru almenningur þessu landi sem borgar skatta til þessa ríkisútvarps og og viðbröðin hafa verið náttúrulega, því svo hefur verið þetta svona mikil gagnrýni og þú veist, og ég veit að fólk hefur verið að gagnrýna og ég man allavega, ég var svona yfir við kolan í nokkra mánuði svona við að senda, þú veist, tölvupósta og svona til fréttastjórans Heiða Sörn Sigurfinnssonar sem að aldrei utan eitt skipti svaraði tölvupóstum. Það er fréttastjórinn, sko, sem ber ábyrgð á öllum þeim fréttum sem fara út af fréttastofunni. Hann sér ekki ástæðu til þess að, sko, svara gagnrýni fyrir hönd sinna starfsmanna. Þannig að sérsagt yfirmanni erlendu fréttadeildarinnar fannst alveg gríðarlega mikið álag á fréttafólki hérna erlendu fréttadeildinni, sko, frá öllu þessu fólki sem var alltaf gagnrýna fréttastofuna, kallaði mig nú hérna á einhvern kaffifund þar sem hún ætlaði nú, sko, bara spjalla við mig, sko, en það var sérsagt eftir mótmæli sem voru haldin fyrir framan RÚV, þar sem átti að höfða til fjölmiðlafólks inn á RÚV, sko, með það markmið sérsagt að höfða til samkenndir þeirra með sagt, kollegum sínum sem hafa verið, sko, sem hefur verið slátrað á Gaza hvergi fleiri og ekki, þú veist, það hefur ekki, sko, þú veist, það er alveg sama hvar borið er niður,
hvað þessa fréttastofu varðar og aðra sko, ég bara tek hana svona sem kannski svona symbolist dæmi sko. Þegar maður ánur svolítið í RÚV. Já, og svona, þú veist, og maður einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki, já, maður auðvitað bara alveg upp í einhverju sko, þú veist, einhver svona yfirnáttúrulegri blekkingum og þar sé stundum sagði sannleikurinn, sko. Já. En já, sem svona alltaf þetta bara. Nú man ég sko eftir því sem fjölmiðlakona, það var þegar árásin á Charlie Hebdo var eftir að þeir birtu teikningar af Múhameð Spámanni og það framið hryðjuverk í París og það deyja hvað voru þau, 4 eða 6 fjölmiðlamenn og þá fór svona mikill hrollur alla fjölmiðlastéttina og ég man eftir því að það voru haldnar sko kertagöngur og það voru svona 5 mínúna, 10 mínúna, hálftíma þögn, þú veist, hinga og þanga á bæinn. Ekkert af þessu. Ég hef reyndar verið áberandi núna, þetta síðastliðna ár. En svo náttúrulega, og hvað eru margir sem hafa verið drepnir bara á Gaza? Einmitt, og fjölmiðlamenni mitt. Það eru 79 eða 80, sko samkvæmt opinberum tölum. Já, en það eru líka, ekki bara fjölmiðlarnir, það eru fleiri ríkisstofnanir sem hafa kannski komið okkur öllum svona sem hafa verið að standa í þessum mótmælum og aktivisma svolítið mikið kannski á óvart. Pétur, getur þú aðeins sagt mér frá því, nú hefur þú verið mjög gagnrýnin á störf lögreglu undanfarið og sýnt svona frá því á þínu samskiptamiðlum að lögreglan fari oft fram með miklu offorsi. Já, ég meina að þetta vandamál sem á rætur í flest allar stofnanir, bæði einkareknar og ríkisreknar eins og RÚV og það sem hefur farið mest svona fyrir brjóstið á mér og hefur kannski gert meira vart við sig en ég hef nokkru sinni séð áður bara samband ríkislögreglustjóra og hennar embætti við fjölmiðla eins og Vísi, sérstaklega RÚV ekkert alveg undanskili hér en sambandið á milli lögreglunar og Vísis þetta gjörsamlega óásættanlegt. Þú veist, ég hef margsinnis reynt að hafa samband við siðanefnd blaðamannafélagsins og það eru... Men þegar þú segir samband, hvað áttu þá við? Já, sem sagt, við getum farið í nokkur mál en svona það sem stendur upp úr eftir seinustu 3 mánuði að í kjölfar mótmælana í Skuggasundi sem áttu sér stað þar sem lögregla veitist eða ræðist bara mjög harkalega á mótmælendur að þá fer ég og ég nafngreini þá lögreglumenn sem gengu hvað harðast fram í mótmælunum og ég geri þetta sko í samráði við lögfræðinga og ég passa mig mjög að stíga varlega til jarðar með það sem ég geri. Þannig ég nafngreini og birti andlitsmyndir af lögregluþjónum. Það sem að Vísir gerir og Stöð 2 í kvöldfréttum að þau byrja, dedicated stórt piece í kvöldfréttunum sem byrjar að því að segja það að doxa athöfn sem að felur í sér að nafngreina sem ég gerði, myndbirta sem ég gerði, greina símanúmer sem ég gerði ekki, fjölskyldu upplýsingar sem ég gerði ekki og síðan þetta, og þetta náttúrulega bara, það glæpsamlegt, fattaru, nafnbirtingar eru það ekki og hvað þá á opinberum starfsmönnum. Allavega, svona leiða þau inn í fréttina, síðan fer fréttin yfir í viðtal við, ég veit ekki alveg hver þetta var innan lögreglunar, einhver embætti þarna, sköllótti kallinn. Já, bara einhver aðal yfir undir lögreglu varstjóra þjónn. Já, akkurat. En þú veist að þetta allt bara klift saman, sko, og í inn á milli eru sko myndbönd af mótmælunum sett inn og þá er lögreglumaðurinn spurður bara, já, hvernig skaða eru þið að verða fyrir, lögreglan? Hvernig árásir eru það sem þið verði fyrir? Og hann segir, já, það meðal annars búið að kveikja í bíl lögregluþjóns og þarna klift yfir í myndefni af mótmælendum í samhengi við þetta svona áróðurskennt. Þetta heitir falsfrétt. Donald Trump þetta sér þetta. En til viðmiðunar þá, sko, núna í dag þá ég með seinustu 30 daga 570.000 áhorf á Instagram-akkauntinu mínum. Þarna var ég að fá svipaðan hita á Instagram-akkauntinu minn. Þetta bara augljóst PR mótsvar, nema þetta er bara ólöglegt. Þarna raunverulega, þú veist, þetta árás að mannorði mínu. Þó að þú nafngreinir mig ekki persónulega, þá þetta það sem samræðin í samfélaginu. Það eru fleiri í gegnum ábyrgan fjölmiðil, sko, sem að fjalla yfirvald sem að hefur tögl og haldir yfir almenningi í samfélaginu, þannig að þú veist, þetta svona valdbeiting á svona lægsta plani. Akkurat. Já, og líka bara það ekkert eins og það einbeittur brotavilji í að mála upp mynd af mótmælendum þar sem að þeir eru alltaf bara til ófriðs
sem að mótmæli eru ok, þau eru það en mótmælendur hafa í alla staði haldið sig innan marka borgaralegra þú veist hérna hvað heitir þetta borgaralegra óhlýðni og þetta er bara allt mjög vel dokumenterað, framferðið mótmælanda er mjög vel skrásett en samt þá fær lögreglan ef við tökum núna bara mótmælin sem áttu sér stað hérna í tilefni ársins sem er liðið að þá er hérna hún Margrét sem að sletti málingu á ameríska sendiráðið vissulega þarf hver að axla ábyrgð á því sem að hver gerir en þetta er ekki árás á manneskju þetta er máling á steipuvegg og já, ég held að innan 2 tíma var þetta farið eins og þetta hafði ekki gerst þannig við skulum alveg átt okkur á alvarleika brotsins vissulega bara hún er í þeirri stöðu sem hún er í eftir að hafa gert þetta en hún setti engan í hættu, hún ógnaði engum hvorki starfsmanni hérna sendiráðsins né lögregluþjónum engum hins vegar þá er hann Arnar, varðstjóri sem að lögreglan hefur sendt okkur einustu mótmæli þrátt fyrir það að það sé opin kæra sem núna er búið að bera fyrir hérna Hæstarétt eða á að fara að taka fyrir á Hæstarétt já, fyrir ofbeldisbrot þar sem hann er að hérna fara gegn mótmælendum hans saga er vel skráð og hann Arnar verður tekinn fyrir eins og hefur gengið senast ár þá höldum við því áfram því að hann er verulega brotlegur í starfi og hefur reynt að valda usla og að setja hérna mótmælendur bara í óörugga stöðu og síðan benda mótmælendur og kalla þá hérna árásarsekki en já, sem sagt í gær þá hérna eru friðsum mótmæli það er friðsum ganga sem á sér stað hún Margrét fer að hliðinu hann reynir eitthvað aðeins að færa það nær að sletta málingu á hérna vegginn hann Arnar, yfirnýðingur nær í hana, grípur í hana og dregur hana að grindverkinu sem er búið að setja upp fellir grindverkið sjálfur ok, hún síðan hann sleppir henni, hún fer í burtu hann hleypur á eftir henni eins og einhver hýjana ok, og þeir þessir fylgisveinar í kjölfar, síðan eigum við myndefni af lögreglunni með hana í jörðinni að reyna að ná ofan á hana 5 lögregluþjónar komnir inn í þvöguna fyrir hvað? Að hún hafi sleppt málingu þá eru allir settir í óörugga stöðu ok sko, hvað er langt, ég held að séu einhverja 10 mínútur sem líða frá því að þetta gerist og þá getur alveg gangan á að halda áfram já, og svo, það er einmitt það sem að gerist þegar það er sko það eru rauninni 2 fréttir af mótmælunum það er annars vegar bara alla tímalínuna og síðan ræða fréttirnar það er nefnilega, já, endilega því að það er, hérna, þetta er órofin tímalína og þarna eru, þú veist, tugir ef ekki hundruðir vitna sem að sjá þetta í þeirri tímaröðu sem að þetta gerist á sann myndefni að hérna, þetta á sér stað það er þarna, þú veist, myndast náttúrulega smá æsingur í hópnum og á endanum þá handtaka þeir hana ekki, þeir skilja það eftir sig, gangan fer að stað lögreglan veitir göngunni ekki fylgd vitandi hvert hún er að fara að ganga og lögreglan veitir alltaf tilkynntum hérna mótmælagöngum fylgd til að skapa öryggi því að mótmælendur eru almenni borgarar og lögreglunni ber að passa öryggi almennra borgara og þess vegna tilkynnum við mótmæli til embættisins, en þau kjósa að gera þetta ekki, hins vegar kemur lögreglubíl með sírenu sem er sko að keyra í áttina frá hérna hlíðunum, þannig að er að keyra frá hlíðunum kemur með sírenundar á tekur samkvæmt vitnum tekur það 30 sekundur hérna rétt rúmar fyrir lögreglubílinn að komast í gegnum þessa þvögu og síðan er það atvik búið gangan gengur hérna niður á ekki Arnarhól, heldur Austurvöll hérna ok, og þar eru bara friðsöm og falleg mótmæli og þetta var gífurlega sterk samstaða síðan lítum maður á símann fyrsta sem maður sér er bara, og ég get svo svarið að þetta gerist bara næstu í samstundis að lögreglan sendur út fréttatilkynningu eins og hún gerir að vísu daglega og er bara, við viljum biðja hérna mótmælendur að vera ekki að tefja hérna lögreglubíla í hérna forgangsakstri. Eins og þetta hafi verið viljandi gert. Þetta er sko meira en lítið vafasamt sko. Já, og þarna kemur bara þetta flóð af síðan fréttum þar sem þetta er fyrirsögnin, bara mótmælendur í hérna, stöðva bíl í forgangsakstri og maður er bara, ertu að grínast eða, þú veist, þetta er ganga mótmæla þjóðamorði og svona meðferð er meðferðin sem að lögreglan gefur og þetta, þú veist, RÚV tekur vissulega þátt í þessu líka og þú veist, að einhverju leiti fór RÚV verð að málunum því að RÚV var með heimildir í höndunum þannig unnuðu fréttir, maður sér heimildirnar í kvöldfréttinum en í kvöldfréttum RÚV, þá tekur RÚV fram
að það hafi verið mótmæli við sendiráðið, það hafi verið slett málingu á sendiráðið og grindverki hrint niður og síðan hafi orðið kýtingur á milli lögreglu og mótmælanda en enginn hafi verið handtekinn. Segir bara eitthvað. Já, þarna er bara málið upp mynd þar sem að það var svakalega mikill æsingur í mótmælendum, þeir hrinda niður grindverkinu og skvetta málingu og lögreglan er bara slök með þetta allt saman. Það er óhugulegt að sjá Arnar og þegar hann hleypur á eftir henni Maríu inn í þvöguna, Margréti inn í þvöguna, RÚV hefur aðgang að upplýsingum sem að þau eiga að geta nota til að tryggja þetta og á sama tíma allt þetta er í gangi, skulum ekki gleyma því sem hefur verið að gerast á milli fréttamanna Stundarinnar og lögreglunar á Akureyri sem er núna í gangi. Það var loksins verið að fella niður kæru gegn blaðamönnum þar sem lögreglan er að ljúga, samt ætla RÚV að halda áfram að taka einhverja svona opinberar yfirlýsingar frá lögreglu og bara lúðra þeim áfram algjörlega án þess að kynna sér það hvort að það sé verið að gera það sama og hefur gengið á seinast árið og fara með rangt mál. Hvað þú veist, núna nú eru sumir sem við myndum segja að þeir sjáu ýmislegt sammerkt með því sem að hefur til dæmis átt sér stað fyrir botni Miðjarðarhafsandi, Miðausturlöndum og er að gerast í Bretlandi, Bandaríkjunum og nú og í Evrópuríkjum við séð Þýskalandi og bara allt umkring. Það sé ákveðin uppgangur fasisma og rasisma og bara á yfirnáttúrulega og þetta kannski, svo bara ég spyrji hvernig horfir, þetta það sama? Erum við að sjá þennan fasiska uppgang eins og í löndunum í kring? Svarið bara já. Það er bara já, ég meina mér finnst mjög skýr breyting eins og bara til dæmis bara uppgangur Miðflokksins sem er alltaf bara mjög opinberlega svona hægri popúlistaflokkur og mér finnst það alveg svona ég er á fyrsta ári í stjórnmálafræði í HÍ, ég var brennunni haust og mér finnst strax mikill svona bara meðal mína jafnaldra það er svakalega mikið svona þetta hefur áhrif og maður finnir þið alveg innan stjórnmálafræðildarinnar það er svona alveg mikill svona hvað segir mikið rís í svona ekki meint endilega sem myndir rasisma eða svoleiðis en þú veist alveg svona þetta verður undir áhrifum þessara að safna algjörlega og ekki var kannski stjórnmálafræði deildin sérstaklega liberal fyrir Já, einmitt það er alltaf bara verð staðurinn til að það gerast En svo er maður líka bara mjög hræddur við bara almennt afstöðuleysi þú veist að hvert leiðir það þegar að við erum komin á eitthvað svona stig þar sem að þú veist þetta er bara fyrir allir til að sjá og þetta er bara þetta náttúrulega verið í gangi í 76 ár skilur þessi náttúrulega eins og við gáum út í okkar yfirlýsingu þetta er stigmögnun á einhverju sem hefur verið töluvert lengur í gangi og já ef ég segi þú veist fasismin líka sprettur út frá afstöðuleysi út frá því að þú ert hræddur við það er hrætt þig að einhverju leiti að þessir eru að fara að taka þér þessi eitthvað svona bla 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 svona óttastjörnun að skjóta inn í bara því að mér finnst það mjög relevant að félagið Ísland-Palestína í samstarfi Maskínu var núna með könnun þar sem hún er að kanna afstöðu Íslandinga og þegar þú skoðar populasin þá er erfitt að segja það sé afstöðuleysi en þegar þú skoðar hins vegar kjörna fulltrúa að það er ekki afstöðuleysi, það er afstaða með Ísrael og Bandaríkjunum þannig að þarna er algjört rof og ef þú veist, ég veit ekki neitt sem hefur talað jafn mikið Skautun og Bjarni Ben en síðan er hann raunverulega og utanríkisráðherra fara í pontu á alþjóða vettvangi og tala fyrir hönd Ísraela á sama tíma og þetta er staðan og við skulum gleyma, það er ekki gleyma að það er 67% eða 72% stuðningur með Palestínu Já, þetta er 76% Já, síðan er 15% eða eitthvað, ég geti kíkt á þessa tölu sjálf en 15% er hlutlaust síðan er 7% stuðningur með Ísrael þetta er íslensku raunveruleiki fylgi ríkisstjórnarinnar, er það ekki? Já, þú segir nokkuð En það kom yfirlýsing frá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð í dag þar sem að hún harmar ástandið nú kannski ekki að samaskapi og við sem hér sitjum hvers vegna er þetta rof? Ég meina hvers vegna hlusta þau ekki á okkur? Hagsmunir
er það ekki augljóst, veit ekki allir hvað Rapid og hvernig viðskiptasamningar við ríkið eru þar og ég meina hverjir að flytja hennar afbyssurnar og bara skoða viðskipti ríkisins við einkaaðila og þá getur við séð að síónistar eru bara mjög djúpt í vestrænu auðvaldi og við erum í kapitalísku ríki þar sem að einkaaðilar eru með tengingar við ríkisstjórnina og einkaaðilar eru í einkarekstri í viðskiptum við amerísk og ísraelsk fyrirtæki og þarna myndast bara hagsmuna, bara það er einmitt nákvæmlega það sem þetta snýst og kannski líka sko þetta, þú veist þessi fasismi sko sem náttúrulega bara þú veist það sem kannski ég mest undrandi á sko hversu svona hratt þetta hefur gengið þetta gengið svo opaslega vel sko þessi þú veist það er þetta rof þú veist sko almenningur og yfirvald sko þú veist það er ekkert sem að skilur tengir eiginlega sko þetta tvennt í raun og veru sko það er þessi endalausa propaganda þessi orðræða sem að hún á sinn heimskulega hátt sko setur fram þú veist hún sko er varla talandi þú veist hún fær orð á heilan eins og gildi þú veist sem að hún fordæmir viðbjóðslega terrorista hryðjuverka árás Hamas í dag og og bara ég menna á ræðan hennar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna daginn sko, hún var þannig skandall sko, þú veist að það alveg bara þannig að maður skamma sín já, maður bara var að missa buxurnar sjálfur það var alltaf svona mín upplifun, ég hugsaði bara guð, vonandi heldur ekki einhver að ég sé sama sinnis nei, menna hún er óhæf til að vera fulltrúi þessarar þjóðar með öllu, þú veist hún talar ekki máli þjóðar sinnar þú veist hún hún svona, ég veit ekki eins og hvað maður við hverjum maður á að líka þetta þegar hún talar afganskar konur og talíbanar sem eru það viðbjóðslegasta sem maður hefur nokkuð tíman séð og hún sko tilbúin til að ganga, þú veist, hún ganga svo langt, sko, að þú veist, hún sko minnist ekki á yfir 300.000 manns vegna þess að ég nota ekki lengur þessa tölu 41.000, ég bara nota hann ekki en það hefur hún svolítið staðið í stað bara síðustu 6 mánuði já, og þú veist og það er búið að því hefur verið bara, það er búið að vera sönnur á það að bandaríska leyniþjónustan sko er með tölur sem eru yfir 300.000 þú veist, sem hafa verið drepin og og hún er bara tilbúin til þess bara, ég segi bara að strolla yfir barnalík sko, með fána kúaðra kvenna í Afganistan til þess að berja sér á brjóst og þetta er svo ógeðslegt þetta er svo siðlaust að það er sko þú veist, það er bara þú veist, það er og það er svona eins og stundum þá skipti mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna máli en stundum gerir þeir það ekki eitt er víst að Þórdísi Kolbrúnu er sko fjandans sama mannréttindi henni er drullu sama þú veist, og við sjáum það alveg og við sjáum líka það að þú veist ástæðan fyrir því af hverju hún og fleiri stjórnmálamenn leifir sér að tala eins og þau gera og hvað þá á alþjóða þú veist vísu er að því það er búið að dehumanæsa araba og múslima út í eitt og við sjáum það bara mjög skýrt í samfélaginu okkar í dag fólk er bara svona, já en þau geta aldrei komist inn í vestrænt samfélag ég er bara eitthvað herði, ég á sko 54 vini sem eru bara arabískir og múslimar og þau eru bara funkar mjög vel sko, þú veist, hefur kynst svo er þetta með spurningum sko, hversu opið er samfélagið fyrir og nýju fólki og nýjum siðum sko. Já, frábært pól einmitt, þú veist, og fyrirsögnin sem maður lesir á að koma 400 innflytjandi hælisleitandi fyrir. Það bara eitthvað, ég sá það reyndar, ég sá því, ég svona skautaði yfir það á einhverju samskiptamiðli í dag. Hvað getur ykkur útskýrt fyrir mér, hvað var það? 400 hælisleitendur í OL-húsi? Það er eitthvað svona lígasaga. Ég meina, ég hugsa þetta sé sko ekki það. Nei, lígasagan í þessu var það voru 4.000 tjaldbúar, íslenskir útigangsmenn sem að gætu frekar farið inn í staðinn fyrir. Þið sjáu bara sko hvað greindin er. Það er propagandað sko. Það sjáu bara hvað skynsemin og greindin er sko á háplani. Í lágmarki bara.
maður verður bara orða vant. En maður sér mjög skýrt að það eru ákveðnir einstaklingar sem að beita þessu óttatóli með pólitíska hagsmuni að stafni og síðan eru aðrir einstaklingar sem að mögulega tengja gífurlega við raunverulega fátækt sem líka fyrirbæri sem að RÚV og Vísir tala ekkert rosalega raunverulega þannig að það eru einstaklingar sem eru bara að upplifa raunveruleika sem ekki allir Íslendingar tengja við, síðan koma aðlar eins og Sigmundur Davíð eða Bjarni Benediktsson og raunverulega kveikja þennan ótta eða Jóngnar og þarna sita þessir einstaklingar og þeir hugsa bara það er einhver ástæða fyrir því að lífið mitt er ömurlegt og þarna verið að segja mér að það sé þessi ástæða og þessir einstaklingar skrifa síðan þennan post sem að verður síðan væral, þannig að þetta er í rauninni svona koma líka stjórnmálamenn sér undan því að vera ábyrgi fyrir stærstu leigunum því að þeir planta bara óttanum og leyfa síðan samfélagi annara einstaklinga í neyð því að það er oftast allavega frá minni reynslu það er mikil fylgni þar á milli að þeir sem hafa mesta útlendingaandúð eru oft öryrkjar sjálfir eða fattaru búa við fátækt eða eru lálaunaðir eða í erfiðri stöðu. Mér finnst það mikil fylgni. Það hefur verið aðeins á því að það sé verið að ræna þá því litla sem þeir fá. Einmitt. Þú veist. En hvað bara svona, svo við lítum að þessi við farin veg, hvað finnst ykkur hafa svona áunnist hér á árinu? Við kannski fæ að spyrja ykkur. Munið þið eftir einhverju svona sem að, ég get reynda sagt svona fyrir mitt persónlega leiti að þú veist að það sem hefur áunnist er nú kannski líka bara svona persónlegt og innra. Þú veist að heimurinn manns hefur kannski breyst örlítið þó að maður hafi alltaf verið kannski vel meðvitaður ástandið og oft verið mjög gagnrýninn á stjórnvöld þá er ýmislegt svona sem að, það má eiginlega segja að veröldin mann sé svolítið hrunin svona. Já, mér finnst mjög áhugavert það að því að þú veist, ég held að mjög margir, sérlega mínum aldri og í kringum það, séu orðið mjög samdæna svona hryllingi að því að við ætla bara ólunsluti upp með allar upplýsingar í heiminum beintur framan okkur í gegnum tækin og í hruninu einmitt og þá með þú veist að við höfum alltaf fengið allt bara strax beint í æð og maður verður svo ótrúlega samdæna þessu og það er alltaf eitthvað stríð og það er alltaf eitthvað að drepa eitthvað og það er alltaf eitthvað gangi en sem leið maður þú veist ég hefur verið að vinna eitthvað smá með að ég kenni íslensku sem andtungumál fyrir innflytjendur og þá sem leið að maður kemst í eitthvað svona human touch sem er ekki gegnum síman, sem er ekki að tala um manneski sem hefur upplifað þetta, tala um manneski sem dekkar eitthvað sem hefur upplifað þetta verður svo allt öðruvísi, þetta springur alveg upp þannig að fyrir mig persónulega var það mjög mikið þannig að ég þegar ég byrjaði að vinna þar og kenna íslensku fyrir innflytjendur þá var þetta eitthvað bara 5.000 stærra heldur en maður hefði séð áður en já, þetta er alveg svona vandamál held ég meðal ungs fólks. Já, þá heldur það sé ekki meðvitaðar þetta síðasta ár svona fyrir, sé kannski farið að líta hlutin aðeins öðruvísi. Jú, algjörlega eitthvað. Orðið samduna. Já, ég veit, auðvelt. Já, ég held að það sé alveg rétt að ungt fólk er að vissu leyti búið að sætta sig við að sé í hversdagslegum raunveruleika eitthvað lágmark stig hryllings í heiminum hvort sem það er þá út af loftslagsbreytingum eða efnahagslegum óstöðuleika eða þjóðamorði eða eitthvað. En ef við erum að tala um sem er áunnist annað en kvíði þá held ég að umræðan sem hefur komið út frá Ísrael-Palestínu og umræðan þá umræðu hefur haft rosalega jákvæð áhrif á að fólk sem hefur kannski ekki velt of mikið fyrir sér stjórnmálum ungt fólk eða bara almenningur það hefur orðið held ég ákveðin svolítið stór uppgötvun það að fréttaflutningur og fréttaburður á Íslandi er oft skakkur og það er kannski ekki bara út frá Ísrael svo umræða blandast líka eins og umræðum vaxtahækkanir eða eitthvað svoleiðis og ég held að sé núna komin miklu hollari menning varðandi fréttaneyslu á Íslandi meiri gagnrýnisaugu og ég held að sé það er ekki lengur mikið verið að líta á eins og falsfjölmiðla eða eitthvað svoleiðis þetta var rosalega hætta ég held að fólk hafi bara núna almennt fatta þetta er ekki einn gaur sem er með podcast alvöru hættan er líka bara þetta fer yfir allar upplýsingaveitur það hafa allir eitthvað agenda
þú veist, hvort segja sér þá að styðja lögregluna eða tala fyrir, þú veist, Ísrael. Það eru allir með sína bias og ég held að íslenskt samfélag hefur skilið miklu betur hvar þær línur liggja, til dæmis, þú veist, bara á Vísi eða hjá RÚV, hjá Heimildinni, Útvarpssögu og þannig. Ég held að það hafa haft jákvæð áhrif á svona okkar fjölmiðlalæsi. Já, kannski líka, einmitt, eins og þú segir, eða minnst þarna áhugavert að þú veist, hvort sem er ungt eða gamalt fólk, sko, þú veist, bara að fara að leggja saman 2 og 2, sko. Þú veist, þú veist að þetta fjallar ekki bara þú veist, að það getur, maður sér það alltaf svo skýrt svona í Bandaríkjunum. Þú veist að þeir sem eru, sko, þess vegna eru, sko, Palestína kannski svona kjarnin í raun og veru, sko, þeirri réttindabaráttu sem við þurfum að, sko, bara vera í gagnvart yfirvaldinu. Þú veist að þetta er bara, sko, þetta kapítalíska kerfi er bara komið út á, sko, fullkomlega út á enda fyrir löngu, sko, og komið, það hefur þróast yfir í þennan svona fasíska veruleika sem við upplifum og þú veist, fólk er bara að fara að leggja saman 2 og 2 og þú veist, og ég held að, þú veist, vanmat yfirvaldsins á almenningi sé dálítið rest, sko. Núna finnst mér smá að vera svona bara dálítið to that point að, sko, fólk er að sjá að það sé ákveðið bias og agenda og þú veist, því miður oft á tíðum þá er þetta eitthvað sem kemur frá Associated Press eða frá erlendum fjölmiðlum og við erum oft bara að sjá eitthvað svo ómun frá annars staðar frá, en sko, núna, ég veit ekki hvort þessu góða fréttir eða slæma fréttir því að ef allir vita og ekkert er að breytast, hvað þýðir það? Og ég er smá bara svona, mér finnst bara núna er bara augnablikið, bara mér sýnist það alveg vera að hafast allavega innan svona þeirra bublu sem að Íslandi er, að það er komin ákveðin svona konsensus fyrir því bara síðan en blaðamannafélagsins er kannski ekki alveg að veita blaðamönnum það aðhald sem að maður hefði vonað. Mögulega ekki. Right, og þú veist, innri rannsóknarnefnd ríkislögreglu er ekki að veita það aðhald sem maður hefði vonað og þú veist, og við erum að sjá þetta og bara Hagstofa hefur ekki verið að kannski veita það aðhald sem maður hefði vonað. En kemur þá aðhaldi, getum við út af því að ég sé ekki alveg lýðræðislega endurspeglun heldur því ég skoða kjörtölur senastu kosninga og ég skoða síðan aðgerðir Alþingis yfir þetta kjörtímabil að það verðist ekki vera hvað segir maður, sem er samofið hver meðvitund eða vilji okkar alþjóðar er og hverjar aðgerðir ríkisstjórnarinnar séu. Eru við ekki bara, sko, við sem þjóð og núna hef ég kannski verið svona, já, alveg í nokkur ár í þessari baráttu innflytjenda í gegnum No Borders og annað og það sem ég merki á þessu eina ári er náttúrulega gríðarleg aukning í fólki sem sýnir þessu málefnum áhuga og ég held að það megi alls ekkert vanmeta það. Líka það sem við erum að skoða er að við búum bara í þannig kerfi og í þannig landi að við treystum á kerfið og okkur hefur verið innrætt það að kerfið gríp okkur og það sé hægt að treysta því og við verðum bara að treysta því og við verðum að treysta við höfum ekkert annað en við höfum þar að leiðandi gleymdi líka svolítið að treysta okkur sjálfum og það er kannski það sem að því að ég er bara mjög óþolinmóð og ég vil auðvitað bara sjá fólkið sko taka bara völdin í sínar hendur og sína kerfinu hvernig við viljum að það vinni og hversu óþarft það er þetta er að gerast hægt að býta þetta mínum að þið finnst ykkur ekki svona eins og ég held að sko, mér finnst þetta svolítið gott dæmi þetta að þú veist, við höfum ekkert annað en kerfi höldum við en sko er það rétt? Mér langar rosalega til að spæta við einmitt þetta, ég held að eitt hefur afhjúpast út í að það er eitt sem að þú veist tala um að hafa innrætt og ég held að það sem hefur afhjúpast er allar hugmyndir okkar sjálfstæði og þá tala ég bara í mjög breiðu samhengi, bara þú veist allt frá sjálfstæði fjölmiðla, menntastofnana það hefur verið sagt okkur einhvern veginn að við séum svo rosalega sjálfstæð og við getum, þú veist, gert þetta bara sjálf og þú veist, hvað þá, þú veist, og þetta fer út í svona einstaklingshyggju í rauninni, þetta bara svona gegnsýrir okkar hversdagslega líf, en ég held að, þú veist, já, eins og ég segi, mér finnst þetta svo sjálfstæði fjölmiðla til dæmis, þú veist, eins og þú ert að tala með tengsl fjölmiðla
lögreglu og allt þetta er ekkert, Eða þetta er háskóla? allt samofið. Það var eitthvað með að segja þetta orð bara, ég held, þú hefur verið að tala um þetta, þetta er samofið, þetta er allt, og þú veist, slókan sem maður hefur séð á samfélagsmiðlum að allt er pólitískt. Þú veist, Já. það er svolítið það sem við erum að tala um, að þetta er allt pólitísku vilji í rauninni, þú veist, og þá kom aftur á afstöðuleysi, náttúrulega afstöðuleysi er í rauninni ekki til í dag, þetta er Nei. alltaf afstæða með það móti. Og ég meina, og þegar, sko, það var svolítið skýrt dæmi, sko, það, þú veist, að þegar kerfið gerir ekki það sem að, sko, nauðsynlegt er að gera, þú veist, það birtist svolítið, sko, á skýran hátt í vetur. Þegar að, til dæmis, ríkisstjórnin ætlar að svíkja það að ná í hælisleitendur, sem að eiga, sko, vegna sammenningar, þú veist, rétt á því að vera hér og þeim ber skylda til þess að fara inn á stríðsjórsvæði og þess að láta vita að þetta fólk eigi að koma hingað og það ætlar ekki að gera það, þú veist, þá fara bara íslenska konur, þú veist, eins og það byggðu bara barnaspítalar hringsins, skilur, þú veist, það bara faraði bara að ná í fólkið, sko, þú veist, og þannig er þetta. Já, það var nú hann Roy Casagranda, held ég hann heiti, þekkið hann. Þetta er prófessor við háskóla í Texas sem að hefur sérhæft sig mikið í bara Mið-Austurlöndum. Að hann hafði orðað í einmitt í einhverju fyrirlestri sem ég hlustaði á fyrir nokkrum mánuðum síðan að Ísland sé mögulega best statt í því að viðhalda raunverulegu lýðræði þar sem að það er mjög stutt síðan að kvennabeltingin átti sér stað sem að þú veist, það hafði áhrif á stjórnarskrá landsins. Þetta er eini staðurinn í heiminum þar sem að konur hafa náð svona miklum árangri með samstöðu og við höfum verið mjög framalega í, þú veist, friðaviðræðum og svona á heildina litið höfum við verið svona allavega að virðist mjög lýðræðisleg. Ég held að fólk sé kannski að finna það að það sé að hverfa. Það er á fallandi fæti. Við erum ekki að fá, þú veist, hvað er langt síðan að það var lýðræðislega kosið nýja stjórnarskrá. Ég menn alveg búið að trampa bara, þú veist, trampa á svo lýðræði, það er ekkert lýðræði sko. Veist, það er og bara... við skulum ekki gleyma því að sú kosning fyrir 10 árum síðan nýju stjórnarskrána og innihald hennar kemur í kjölfar annarra byltingar sem er búsáhaldabyltingin og það því miður var greinilega bara þöggun. Ég meina fólk bara svikið það eins og annað. Já, og síðan var það bara látið feita út með gaslýsingum og það er það sem er verið að reyna að gera við gasa líka. Þú veist, ég veit ekki hvort þið munið eftir hvað hét það var einhver maður á Kenya því ég var í menntaskóla. Var eitthvað svona lítið lokal atriði sem að sprakk upp, allir fenguð á heilan og síðan hvarf það. Og ég veit ekki eins og enn þann dag í dag hvað var alveg að gerast þar, sko. Ég held að stjórnmálamenn séu að vona að þetta viðgangist endalaust. En við erum að sjá að netið er allt samofið. Að stríðið á Gaza er ekki bara út af því að Ísraelar og síónistar eru brjálaði trúanöttarar. Það er út af því að Bandaríkin eiga í hernaðarlegu samstarfi með Ísrael sem er pólitískt ofið inn í trúarbrögð. Þetta er bara heimsveldastefna Bandaríkjanna. Já, og þetta er allt bara í opinberum gögnum frá ameríska hernum og öryggisstefnu ameríska hersins. Þá er Bandaríkin bara outpost, Ísrael er bara outpost fyrir Bandaríkin til að tryggja Bandaríkinum sko staðsetningu. Yfirhöndina í sko vopnaburði og í þeirra samningum þá lýsa Bandaríkin því yfir að þau vilja sína hernaðarlegan kraft yfir óvinum sínum, yfir óvinum Bandaríkjana á Mið-Austurlöndum og þá skoðum við samband Bandaríkjana við umheiminn og það er ómögulegt að draga ekki tengingarnar, þú veist, bara einhvern veginn þvert yfir plánetuna og þess vegna enda bara á Venezuela eða það er bara, þetta er bara kýrskýrt, sko, nú er bara Venezuela tekinn, það er Úkraínu stríðið og allt það er bara, það eru allir hressir sko í Bandaríkjunum, sko, það er bara þetta heimsveldi alltaf, sko, að því ég er svo vongóð, trúi ég að sé hrynja en sem sagt að það er allt bara á fullu spani, sko í heimsveldastefnu Bandaríkjanna akkurat núna og þetta er allt fyrirfram ákveðið. Allt fyrirfram ákveðið. En það er það sem er svo óhugulegt að sko allavega fyrir þá sem eru að fylgjast með alþjóðapólitík og ef við skoðum afstöðu Rússa, ekki það að Rússar eru líka viðbjóður og er ekki næs fyrirbæri, skilur ekki það sem ég er að segja, en ef þú skoðar afstöðu Rússa og afstöðu Sádi-Arabíu og afstöðu allra stórvelda nema Bandaríkjanna og Vestur-Evrópu, þá vilja þjóðir sjá multipolarity sem þýðir að við viljum hafa í rauninni
mörg lítil heimsveldi sem að heldur síðan utan hagsmuni og alþjóðaviðskipti nema núverandi svona heimsríki. En svo við kannski Þetta er nefnilega sko líka að því við vorum að tala um Alfredo de Sayers. Já, Já, við myndumst á hann og við vorum að tala um þetta sko, ég held að hann myndist á þetta á fundinum, ef ekki þá var það skömmu eftir á. Þetta sko, Bandaríkin í rauninni með einstakt sjónarhorn á Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðalög varðandi bara, þú veist, ef að ég held að var einhverja utanríkis starfsmaður hjá þeim, sem sko, ef þú ert ekki að sitja við kvöldmatarborðið, þá ertu í matinn. Og þá er hann að tala um, þú veist, bara smáþjóðir eða þær sem er ekki að beita sér af hörku til að ná sínum vilja fram. Og sem ef við skoðum hin ríkin sem að eru, þú veist, að reyna að taka þátt í alþjóðasamfélaginu, Rússar reynda mjög lélegir í því, Sameinuðu þjóðundum, en eins og Kína sem að þú veist, hvernig þeir hafa beitt sér í Afríku á móti, þú veist, Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum, þetta hernaðar veldi, þessi sko imperialíska hugsjón hjá Bandaríkjunum, það er bara núna alveg skýrt að það er ekki hægt að hafa nútíma hugmyndir og nútíma gildi. Hann Alfredo Sayers er reyndar svo klassískur sko, hann talaði hugmyndir sem kom í friðarsamkomulagi í Vestfalen árið 1648 en sem var alveg fínt, mjög góður punktur, þar var tekið fram að friður væri hinn besta dygð, æðsta dygð. Bandaríkin hugsa ekki svona. Nei. Þau hugsa ekki mannréttindi, þau hugsa ekki réttaríki, hugsa ekki þau taka ekki alþjóða samtökum, stofnunum, álitum, tillögum alvarlega og sko annarkvort muni þau þurfa að rífa sig í gang og bara algjörlega breyta stefnu, eða að, þú veist, ef ég ætla að byrja að tala þá enda þau bara á kvöldamatarborðinu og í staðinn kemur Kína í staðinn eða eitthvað svoleiðis sem að alvörinni spila eftir leikreglum samfélagsins. Svo kannski bara svona réttu lokum, ég spurði ykkur ykkur dásamlegi skríll, hvað er næst? Hversu lengi mun þessi barátta halda áfram og hvað er svona næst á dagskrá? Hver eru okkar næstu skref? Er ykkur tilbúin að taka þann bolta? Sko, því miður þá eru náttúrulega bara fregnir af innrásum inn í Lebanon og áframhaldandi hernaði, og við megum allavega samkvæmt svona helstu analistum megum við búast í því að það verði meira mannfall bara í Libanon heldur en á Gaza og Vesturbakkanum samanlagt, þannig að þetta lítur ekki vel út. Já, ég held að það bara hefur aldrei verið þarfara að fá fleiri virka raddir á mótmæli og í þáttöku, og þeir sem eru nú þegar þar munu bara halda áfram að beita sér að reyna að stækka hópinn, kröfuhópinn sjálfan, en bara Ísland verður að beita viðskiptaþvingunum, Ísland verður að slíta sig frá allri skipulaðri starfsemi sem að snertir á þessu etnóríki sem að Ísrael er. Þannig allavega frá mínum bæjardyrum séð þá halda hörmungarnar áfram og við verðum þá bara að gera meira. Já, ég held bara að það er mjög góð punktur. En mjög sko, sem ég finnst áhugavert er að Ísland, bara sem Íslendingur og alls við Íslandi, við erum máluð, Íslenska ríkið notar svo mikið svona jafnréttis status eitthvað inn, sem jafnréttinda paradís, sem einhvers konar svona söluvöru í alþjóðamálum, og eins og það sé eitthvað svona að ef við náðum einhverju einu prófi að 2009 eða eitthvað, þá erum við allir ánum bara eitthvað fullkomnum staðurinn sem ekkert mátt gerist og það bara allir glæðir hér og við erum allir bara eitthvað á okkur ís og sundið, skiljum við, en það er eitthvað eins og, þú veist, mér finnst áhugaður, ég held að sé að sérstaklega, mér finnst Jason-máli rosalega mikill punktur að því mér finnst það svona
mér er það bara, ammin sem bara eiginlega rasisti, sko, það kannski ekki viðkynna sjálf, en þessum er það. Samstöðina? Nei, ég ger alls ekki. Hún kallar eitthvað kommunista, sko, 100%, sko. En hún sagt, hún horfði á mér sem hún var fréttingur í kvöldi, hún bara eitthvað, hann er hjólastólinn 11 ára, hann getur ekki labbað, því bara eitthvað, ég veit amma, þetta er klikkað, þetta er fáránlegt. Og meira segði þetta er ná svo, þetta var ná svo mikið í samábeginni í fólki og við erum það fleiri að fatta og líka bara hringum mig bara eitthvað svona, fólk er að fatta almennilega að það er actually, við erum bara ekki eins pengjafrændindapartís og við erum að mála okkur upp sem þóttu sem með eitthvað ágætt kynjafrændi og hinsengjafrændi og eitthvað svona, það gildi bara við eitthvað X-hóp og mér er það mjög áhugavert, ég held að það er svona aðal sem ég tek eftir í samfélaginu og það með Jason-málið var rosalega mikill punktur þar líka í svona samúð og svona, já, einmitt. Kannski fólk var að vakna fyrir því að það er hægt að brjóta svona á einu barni á Íslandi, þá er hægt að brjóta svona á öllum börnum á Íslandi. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega kannski, það er auðvitað punkturinn, sko, og hérna, ég lít svo á að, sko, almenningur sé eina von heimsins. Eina von heimsins, og þú veist, og þetta er svo yfirgengilega sko brjálæðislegt, þetta er sko ekki einasta þú veist að auðvitað jafnréttisparadísin Ísland er nú eitthvað hlægilegasta fyrirbrigði sem ég veit í allan tíma en allavega, svo tökum það út fyrir svega þá held ég sko að þú veist að þetta er svona það sem við horfum upp á og í maglis okkar, skilur, og ég held að hver einasta manneskja sem að bara svona þú veist er bara með svona það byrja 60 slög á mínútu sko, og hérna og mögulega svona sálartetur sem orðið bara svona frekar illa farið sko eftir þennan vetur ég meina þú veist, ég veit ekki þú veist, ég meina viðbjóðurinn, sadismin þú veist, hugmyndaflug svona sadískara svona kenda þú veist, erfitt að segja þessara þjóðar eða þú veist, ég veit bara ekki einu svona hvað maður á að segja sko. Mér finnst þetta reynda svolítið fallegt, mér finnst hérna að almenningur sé eina von. Já, og það í raun og veru er sko, þú veist það mjög fallegt. Já, það er okkar eina von og þess vegna er rosalega mikið lykilatriði því að maður er búin að ganga ekki marga svona hverfilvinda sko, þú veist bara af hverju komið ekki, af hverju komið ekki málmælið þú veist eitthvað hvað er málið eitthvað eða fattið mig. Já, við tengjum kannski allir við það. Já, alls konar vinaslit og það er sem ég reiðist mest sko, það er það sem ég reiðist mest ég verð bara, af hverju komið ekki, það er ekki til einan afsakana lengur, ég er bara eitthvað svona come on, þú þarft ekki að fara í brunns þú þarft ekki að fara í sunnudagsbíltúrinn eða til Selfoss í mjólkubúðina eða hvað sem þetta er, þú veist, ég skil ekki að því að sko það sem að ég held að næstu skrif eru eins og Pétur var að segja áðan, þú veist, við þurfum bara að halda sér bara áfram og þú veist, við erum að gera það með brotnu baki sko, þú veist, þetta er ekki létt, þetta er ekki auðvelt þú veist, við erum öll ég er bara búin á því sko, þú veist og ef ég gæti, þá myndi ég alveg snúa mér í hináttunum og loka augunum, sko. En ég get það ekki. Þannig að, þú veist, ég skil ekki hvernig fólk er ekki bara eitthvað svona, ok, koma svo. Því þú kemur inn á það að almenningur er í alvörinu eina lausnin hérna. Þú veist, við þurfum að halda áfram að virkjunum. Við sjáum það alveg, þú veist, bara eins og síðast einn laugardag. Þú veist, það var góð mæting og samstæðan var gríðarlega falleg, sko. Þú veist, ég grét. Bara ég horfði yfir hafið á fólki og ég var bara loksins, þú veist, það er eitthvað þannig að næstu skrif eru náttúrulega líka bara það þú veist, við þurfum bara að halda áfram þú veist, í þessari baráttu og að, þú veist, halda áfram að virkja fólkið okkar og bara koma því að ég ekki neita að trúa því að fólk sé bara eitthvað svona, snerti mig ekki neitt en það þú veist, kannski mætti hafa það í huga þú veist, sá almenningur sem að svona treysti sér ekki inn í þessa stemningu að hérna, hann geti sko haft það í huga að nákvæmlega það að ef að þetta þjóðarmorð nær fram að ganga ef að Ísrael nær að eyða palestínsku þjóðinni við erum bara strax farin að sjá skref nr. 2 eða líbönsku þjóðinni og hún er ekki hætt þar þú veist, þá verður þitt barn næst er það veröldin er þetta veröldin sem viljum skapa börnunum okkar og barnabörnum
það? Nei, Ég spyr. en það er líka bara eitt innskot að ég þekki ekki íslenska heitið þannig ef einhver kann það má hann skjóta því inn en cognitive dissonance er fyrirbæri úr sálfræði sem að lýsa sér í því að þú ert með ákveðnar hugmyndir heiminn, þú ert með ákveðin siðferðislegan ramma og ég held að sé 1% sem er metin siðblindur þannig að 99% af fólki hefur þannan ramma og leið og þú og það sem þú ert að taka inn og það sem þú ert að setja út hættir að ríma við þinn siðferðislega ramma þannig að þú ert farin að gera eitthvað sem að gengur gegn þessu siðferðislega ramma þá byrjar að myndast ákveðið siðrof eða cognitive dissonance og það endar á tvo máta, það er annarkvort að fólk fari raunverulega í geðrofsástand sem að ég vil meina hafandi fylgst með bara umræði í samfélaginu sem byrjað að gerast á skala eða þú brýtur þig út úr norminu og þú hættir að gera það sem er að valda þessu cognitive dissonance og það er það sem við erum að sjá, það eru fleiri og fleiri sem eru annarkvort bara orðnir eins og þeir séu geðklofi í samsæriskenningum fyrir Ísrael eða mættir á mótmæli og þetta eru þessi tvö, þannig ég held að það bara hvet alla til að lesa sér til og við skulum dissonance. kannski bara láta það vera loka orðin. Hér eru góðir gestir. Þóttu getum talað allan nótt. Þóttu getum talað allan nótt. Ég veit að það er alltaf mjög erfitt að setja punktina því að það kemur alltaf nýr og mjög góður. Má ég mæla með bók? Herðu, þú mátt endilega mæla með bók. Og þegar við vorum að tala almenningin og svolítið jákvæðar nótur ef við getum farið aftur í það út frá þessu siðrofi. Það er svolítið, enda á góðu, þá er hérna bók sem heitir, ég held að það heitir 12 hollræði gegn fasisma eða hérna, er það ekki? Jólagjöfin í ár? Já, ég held að sé allavega hérna 20 lessons against authoritarianism eða fascism og þar er bara mjög auðveldur listi yfir nokkra hluti sem það getur gert til þess að koma í veg fyrir að ríki fari í einræði eða verði brot á mannréttindum og hrun lýðræðis. Þú þarft ekki að mæta mótmæli, þú getur líka bara byrjað að styrkja sjálfstæði fjölmiðla, þú getur tekið þátt í félagahreyfingum, bara vera virkur í samfélaginu og ég myndi ok, ef einhverjum finnst of skeri að mæta mótmæli, pikk upp þessa bók ýmislegt annað sem er bara svolítið næs að gera og prófið það og svo er bara mjög auðvelt að prófa hluti næst eftir því þannig að kannski næstu viku getur að mæta mótmæli alveg og kannski eitt að lokum það er búið að shadowbanna okkur á Instagram stúdentar og Facebook líka en sem sagt á Instagram það væri frábært fyrir það sem er að hlusta bara að fylgja stúdentum og bara stúdentar fyrir Palestínu stúdentar.fyrir Palestínu og það kemur ekki upp nefnum að skrifa þetta allt þú verður að skrifa nákvæmlega þetta stúdentar.fyrir Palestínu og enginn sér íslensku stafir Nei, halló bara mjög stutlega að mér finnst mjög mikilvægt að ég kom inn í þetta ekkert eftir ógeðslega löngu almennilega þannig að mér finnst mjög mikilvægt að ef það eru einhverjir stúdentar mögulega að hlusta eða eitthvað sem tengist háskólalífinu eða eitthvað svona, þetta er bara stofnuninni að það er alltaf lægi að vera ekki alveg með alltaf hreinu það sem við erum, það er svolítið líka margt með okkar er líka bara að vekja athygli innan háskólans og fræða og hafa áhrif þannig að þetta er ekkert bara nóg að hafa hjarta á þessum stað Já, nákvæmlega þess að segja, nóg að hjarta á þessum stað og viltu segja líka Kannski látum bara það vera loka orðin og við tókið við því að hér komu þeir Björn og Gunnar Smári með framhaldið Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.